Á morgun ætlum við að byrja að tala karlmennsku. Við ætlum að gera það 5 vikur í röð, alltaf á þriðjudögum. Þá ætlum við að fá hingað 3 karla í hvert sinn og ræða út frá innleggi sem að Bjarni Karlsson, prestur og siðfræðingur verður með. Þetta svona, ég man ekki alveg af hverju við erum að þessu, en það tengdist eitthvað bara samtali okkar. Við vorum eitthvað að ræða saman. Þú varst að greina samfélagið svolítið út frá bókinni þinni Bati frá tilgangsleysi. Já. Og það tengi svolítið svona öngstræti, það sem við kallað eitruð kaldmennska, það ekki? Jú, ég held það. Ég held að það megi nefnilega segja það. Þó þessi tískuhugtak, þá það býsna djúpt og við skiljum það. Og þannig að bókin mín sem kom út fyrir bráðum ári er eitraða karlmennsku í grunninn, þó svo hún horfa á það frá mörgum sjónarhornum. Það sem og nú held ég að tími sé komin til þess að við kallar setjumst yfir, horfumst í augu og spyrjum, heyrðu, hvað að gangi í hausnum á okkur? Ég held það líka, vegna þess að því það varst með svona 5 útgáfur af köllum sem svona góð leið til þess að ræða kannski sama hlutin út frá ólíkur sjónarhorni sem svona í svona endurtekin umræðu sem að samt nær aldrei endurteka sig. Já. Og ég hafði samband við og hugmyndið var svo að þú kæmir hérna og ég myndi stýra umræðunum og þú væri með innlegginn í það og svo værum við með 3 gesti í hvert sinn og ég sendi svona út á svona bara hinn á þessa kalla. Já. Því það er engin menntaður inn í þetta hlutverk að vera þarna, þannig að þú þarf bara nóg fyrir að þú sett kall til þess að mega taka þátt. Það voru næstu allir bara sem sögðu bara já og svo hefðu verið að bíða fyrir þessu samtali. Það er satt. Já. Og við erum, ég er bara glaður að heyra það. Ég er bara rosalega glaður að heyra það vegna þess að og við þurfum, ég er búin að einangra 5 týpur og reyna 4. Sem ég langar að gera það umtalsefni og eru raunverulega í bókinni þetta viðleitni hjá mér til þess að einfalda, skýra og skerpa það sem ég raunverulega er að segja í þessari bók. Ég er ekki búin að hitta of marga sem skilja hana og ég er að horfa á ég hef einangrað þetta við 5 svona táknumyndir. Frekakallinn sem hefur aldrei verið til umræðu. Sekakallinn, lúxuskallinn, stakakallinn og endanum spakakallinn. Og ég ætla ekki að upplýsa það til að byrja með hver er spakikallinn. Hann er sá sem sameinar alla hina 4. Hann kemur ljós eftir 5 vikur. En Frekikallinn stendur fyrir valdbeitingu. Já, en ég ætla aðeins að segja því að þú myndir svona leggja út frá einum kalli í hverju þætti. Já. Ég ætla bara að taka fram að það er tilviljanakennt hverju koma hingað. Já. Þannig að það er ekki þannig að í fyrsta þættinum komi 3 frekir kallar og svo endur með 3 spakakallar. Það er ekki þannig, þetta er það bara tilviljanakennt. En hvað er frekikallinn? Frekikallinn er léleg hugmynd það út á hvað góðar vinnutilgátur gangi til þess að glíma við veruleikann. Við þurfum öll að hafa vinnutilgátur í glímunum við veruleikann og ég held því fram að við séum með lélegar vinnutilgátur sem valdi því að það er eitthvað sem okkur alltaf í yfirsést og allt sem er viðkvæmt að fölnar, vissnar og deyr undir fótunum á okkur. Þetta vandamál mannkyns birtist í risastóru fyrirbæri sem heitir fátækt og ídrasta form fátæktar er hernaður. Og svo eru margar aðra birtingarmyndir eins og það að vera líkami sem að getur orðið sé líklegur til þess að verða fyrir nauðgun. Það er ekki, við erum ekki líklegir til þess, en það eru annað fólk sem hefur líkami sem eru rape-able og fátækt hefur semst margar birtingarmyndir og fátækt er alltaf manngerð og það er það sem er svo erfitt. Við þurfum að, við erum öll okkar náttúrulegu kringumstæður, við erum vön að díla við það, takast á við sjúkdóma og skriðuföll og pestir. En þegar kemur að því sem að því böli sem menn valda, þá er semst hugtakið fátækt yfir það. Og frekikallinn,
hvað lélegt við hugmyndin hans? Jú, það vegna þess að sko, frekikallinn stendur fyrir þessa hugmynd að, heyrðu, hér eitthvað vandamál, heyrðu, leysum það með valdbeitingu. Notum bara valdbeitingu og kæfum í fæðingu allt vesen. Og þetta bara vinsælt sjónvarpsefni. Stoppum og fjarlægum alla sem hlýða okkur ekki. Nákvæmlega. Og þess vegna nota ég Schwarzenegger sem bara táknmynd fyrir okkur til þess að festa huganu. Já, hann er góði stóri bróðir sem leysir þetta með svona endurleysandi ofbeldi. Við trúum á hið endurleysandi ofbeldi. Nú ef það ekki gengur, þá erum við gjörnum að grípa til næstu hugmynda sem er jafn léleg og jafn takmarkandi en enga síður mjög virk og við höfum heilt dómskerfi sem að verulega leit gengur út á það. Heyrðu, ef við getum ekki leyst þetta með yfirráðum og valdbeitingu, finnum þá bara einhvern sem er sekur. Einangrumann, sakfellumann og tökum hann út. Eða þetta er honum að kenna. Já, þetta er honum að kenna. Finnum hinn seka og fjarlægum hann með einum öðrum hætti annarkvort með dómi eða slaufunum. Gangi það ekki, eins og er oft í flóknum málum, einmitt eins og í fátækt eða launamunni kynja eða svona stórum flóknum ranglætismálum sem svíða, þá förum við gjarnan yfir í sko þriðju hugmyndina sem er svo að við segjum bara, heyrðu, það get ekki allir verið gorgeous. Ranglæti, ójöfnuður er innbyggður inn í veruleika. Við erum ekki að grenja við því. Þetta er alltaf verið svona. Það er alltaf verið svona. Það er alltaf einhver sem er fátækastur. Já, og ef þú ert ekki ánægður, ef þú ert ekki sáttur við lífið, ef þú finnst bara þinn hagur fyrir borðbórinu og þú ert eitthvað fullar að gremju, þá kemur bara fjórði þátturinn sem er þessi, heyrðu, það er enginn vorkennaður, skammastuðin bara, vegna þess að þegar uppi staðið er lífið bara þannig að við erum einn. Þú ert einn. Og það er svo sterkt í menningu okkar, hugmyndin hinn staka mann, the Lone Ranger. Og þannig erum við líka allir karlmenn þekkja the Lone Ranger innan með sér. Þannig að ég er að biðja karla og raunar konur og bara yfirhöfuð samfélagi að skoða, heyrðu, hvað er þetta með þessar hugmyndir sem að svona þrengja möguleika okkar, þessar vondu eða þessar takmarkandi hugmyndir það hvað eru að manneskja, frekikallinn og sekikallinn og lúksuskallinn og stakikallinn og svo mun ég halda því fram að þetta kúlmenn er allt í einum sem að ég kalla spakakallinn en við geymum það. Sem er engu skorri. Sem er það er ekki spak, það er ekki viskumaðurinn sem að mæti sér. Nei, það er nefnilega þegar uppi staðið, ekki viskan, en það er viskan sem telur sig beturvitandi en er ekki beturvitandi þegar uppi staðið og við höfum nóg að henni. En ég geti tekið þetta sem þú að segja og sagt að þannig ertu bara að reyna að greina sko vandamál mannkyns gagnvart svona samfélaginu sem að fungerar ekki og yfirgangi á náttúrunni og ofbeldi og stríði og öllu þessu. En við ætlum að tala þetta út frá svona karlmennskunni og eftir að segja það að ef við ætlum að endurfæða karlmennskunni af einhverjum hætti að þá er það svo mikið grundvallaratriði að við verðum að fara og leita að einhverju sem er eiginlega laust fyrir heiminn í leiðinni. Við þurfum, það þarf að gerast og okkur takist að snúa hjörtum feðra til barna sinna eins og engillinn sagði á einum góðum stað. Við þurfum að sameinast það að karlavaldið, karlorkan í veröldinni, þetta samansúrraða vald, það þarf að þekkja sjálft sig, það þarf að taka ábyrgð á sjálfu sér og bera ábyrgð á áhrifum sínum á aðra. Og það sem ég er að reyna að gera er það að rétta upp í hendurnar á okkur, kannski svona 4 kýttisbaða, til þess að setja undir fjandanslassið og byrja að losa það. Þannig að við getum farið að hreyfa við þessu ástandi sem veldur því að við erum svo við erum svo kvíðin, við erum svo týnd og við erum svo framandleikin hefur tekið völdin og nú finnum við að við höfum aldrei fundið það náttúrulega skæðar í íslensku samfélag og ég held að það sé ákveðin svona bara núna þegar við finnum til á svo mörgum ástæðum þá kannski standa eyru okkar og hjörtu og hugir betur opin en okkur sinni áður allavega svo ég muni
til þess að tala saman í fúlustu dauðans alvöru. Þú kemur með kýttisbað á morgun, ég kemur með handlákara, einhverja 3. Já. Ef það væri ekki eitthvað svona flensa ganga, þá myndi ég segja núna hverju það væru, en ég ætla bara að það kemur í ljós á morgun, af því það getur náttúrulega verið einhver afföll eins og oft við á viðmælendum þegar ganga við flensu. En mér hlakka til að fá þig hérna á morgun og svo næstu 5 vikur. Ég hlakka líka til og við skulum hafa gaman að þessu. Já, og við sjáumst líka áhorfendur góðir. Umræða karlmennsku á þriðjudagskvöldum næstu 5 vikurnar. En framundan allt annað efni hér við rauðaborðið í kvöld. Ég skipti yfir á það. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is